Já, komið í sæl og blessu og verið velkomin með okkur upp í Reiðhöll. Hér fer fram annað mótið af 4 í kveðamótaröðinni og við erum mættir þetta á nýjan leik. Síðast var mikil spenna og eru 4 lið nánast jöfn í efsta sæti og það má jafnvel finna spennuna hvað hún er rafmögn í húsinu. Við ætlum að athuga hvort við finnum mikið keppendur og jafnvel mótstjóra til að koma og spjalla við ykkur. Komið með okkur. Mótið í ár er með breyttu fyrirkomulagi en áður en eins og við sögðum frá í síðustu viku þá er keppt í liðakeppni nú en hefur ekki verið gert áður og hvers vegna er það? Já, okkur langaði bara til þess að auka þátttöku þetta fjöldan. Fjölguðum keppnisgreinum líka, það keppt í úlingaflokki, minna vönum knöppum og svo meira vönum knöppum og gefa þannig þeim sem að hinga til hafa kannski ekki haft mörg tækifæri til að keppa til að koma fram. Og svo náttúrulega liðakeppni líka bara til að búa til stemmingu og þeir aðstoða hvor annan knappar og leiðbeina og það er bara svona, já, lyftir þessu bara upp svona móralst séð. Já, við höfum orðið varir við það er svona bæði svolítið skemmtilegt og svona pínu spenna milli manna að sé liðakeppni og þetta hlýtur að vekja mikla lukku. Já, menn að fá lánaða hross hjá einhverjum af því þeir eru ekki með nógu góða hesta sjálfir af því að þeir vilja vinna hina og vera að prófa sig áfram þannig. Jú, þetta býr til alveg hörkukeppni. Stendur þannig á því að menn voru óánægðir með það að ég væri að dæma því að ég átti nú hérna fjölskyldumeðlimi sem voru að keppa og einhverjir komu hér upp í höll þegar að sonur minn var að þjálfa hérna. Ég átti leið hérna og fór hingað upp yfir og kíkti bara á hross hjá honum og menn voru óánægðir út af þessu svo að ég var bara ráðinn þjálfari hjá þeim og þá náttúrulega var ég að hætta að dæma. En auðvitað gerist þetta oft í hestamennskunni. Hér eru dómarar að dæma sín börn og sína fjölskyldumeðlimi. En ég dreif í þessu bara. Ég segi það að þetta sé miklu betur launastarf sko. Að vera þjálfari, fékk alveg sérstaka úlpu. Þetta er miklu skemmtilegra. En segið mér, fengið svona kvartanir eða svona tuð? Er það þá bara í fullri alvöru að menn sjósátti með þetta? Það er alltaf í hestamennskunni svolítið tuð. Ég held að hestamenn séu bara þannig. Þeir hafa voða gaman að þessu og þeir þurfa alltaf að finna einhverju. Þetta er voðalega erfitt að gera öllum til geðs. En fyrst og fremst er bara að hafa gaman að þessu sko. Þá líður manni vel. Staðan í keppnin eftir fyrstu keppni, hvernig líst ykkur á hana? Nú er Efri Rauðlækur efstur eða Lífland. Ekki ykkar lið, hver er skýringin? Já, skýringin er bara einfallega svo að við vorum ekki nógu góð. En við erum ekki nema rétt bara tæpust í og eftir sem liðið mitt. Þannig ég reikna fastlega með að við munum fara vel upp fyrir það í kvöld. En hjá þínu lið sem er, þú ert í, hann Viðar er í Björgbautinn. Já. Og þú varst í G. Halmars. Já. Og hvernig stendur á að þið eru ekki efst? Það er bara sama, við vorum ekki nógu góð. En það var ráð að bóta því í kvöld? Já, vonandi. Er að færast fjör í leikann? Er fólk farið að taka þetta meira alvarlega og jafnvel með hverri keppni? Það munar nú ekki nema 4 stigum á eftir 4 liðunum. Já, ég held að þetta sé bara alltaf færast meira og meira spenni í þetta og menn er að fá lánu ross og rúnt allavega á milli þannig að já, þetta er bara að vera alltaf meira og meira svona spenna í þessu. Og hvernig er ykkur búið að ganga í kvöld? Okkur er búið að ganga vel, ég er held ég efstur inn í B-úrslit og Lín er hérna held ég nummer 1 eða 2. Þið eru efst eftir fyrstu að móta 4? Já, það gekk mjög vel á síðasta móti. Við áttum í flestum úrslitum keppendur og eftir sætum og fengum flest stig eftir fjórganginn en það er aðeins sígur eitthvað á núna hjá okkur. Mér sýnist að við svona eitthvað gefa þetta kannski eftir en þá ættir að skýrast samt betur. Geturðu sagt okkur, það var keppt í 4 gangi síðast og 5 gangi núna. Hver er hinn eiginlegi munur á þessum 2 keppnisgreinum? Það er 4 gangur er raun og veru þá klár hestur sem við köllum. Það er hestur sem ekki býr yfir skeiði og hann sýnir hægt, tölt, brokk, fet og stökk. Á meðan að 5 gangs hesturinn sýnir fet, brokk, stökk, tölt og skeið. Það er nú svona þessi gangtundarlega munur á greinunum. Verður þið greinilega sterkari þá í 4 gangnum heldur en 5 gangnum? Í dag sennilega, já. Það er svona, ég var með ungan hest að byrja, það er líka spurning og stundum svona tefli maður fram ungu, það þarf að byrja með þau og ég gerði það til dæmis í dag og náði kannski ekki alveg alla leið og aðrir eru með reyndari hesta þannig að hestakosturinn er misjafn í greinum hjá liðunum. Og svona á keppniskvöldi, hvert er þá hlutverk mótstjóra? Heyrðu, ég er nú með 30, 50, 40 manns í vinnu. Það þarf stóran hóp af fólki til að koma svona móti á koppinn. Við erum með mat fyrir dómara og starfsfólk sem er nær 40 manns
og svo að halda náttúrulega tíma áætlun. Það þarf að halda utan að þetta sé samkvæmt lögum og reglum LH og vera prúður og allir séu vinir og taka á stórum málunum og vera ljótur stundum og skemmtilegu stundum. Stundum á ég enga vini en stundum á ég fullt af vinum. En það líka sko þegar við erum að tala svona mótahald þá þetta huglæg íþrótt hvað dómgæslu varðar. Það engin tími tekinn hversu fljótur út að fara milli tveggja punkta, heldur verið að dæma gangtegundir íslenska hestsins sem eru 5 í þessu tilfelli, að vera að keppa í 5 gangi. Tölt, brokk, fet, stökk og skeið og ef að menn rífast eitthvað þá það kannski fyrst og fremst hvort að þessi gangtegund eða hinn gangtegundin hafa átt að fá meira eða minna hjá einstakar knappum og þá í hinum liðunum. Þetta ekki eins og kannski að þú náttúrulega rifist í handbolta og fótbolta gdómgæslu eins og í þessu. Og það starf dómaran þá ekki öfundsvert. Það það aldrei, ekki neinni grein. Það alltaf mjög óvinsælt að vera dómari og menn eru skammaðir og það ákveðin leiðari sem hafa til hliðsjónar og fara eftir og sem ekkert mjög flókin en þetta svona menn rífast eins og ég segi, þá rífast út af því hvort að þessi eða hinn hafi fengið á mikið og lítið. En ég kannski að bæta því við að það liggur gríðarleg vinna að þjálfa og byggja upp svona hest eins og verður að sýna hér í kvöld, 5 gangs hest. Þetta gerist, þú kaupir þetta ekki svona bara út í búð sko. Þarna þarf það að leggja alveg gríðarlega mikið sjálfsaga og aga á hestin, knapan og já. Þannig að eðlilega verður þú reiður við dómarann þegar hann gefur þér ekki góð einhverjum. Þá höfum við fengið bæði keppendur og mótstjóra til að tala við okkur. Við höfum séð fullt af flottum knöpum og ég held að sé alveg ljóst að ég lyfti ekki þessum í kvöld. En 2 vikur í næsta mót og það verður spennandi að sjá hvernig staðan verður orðin þá. En nú mótaröðin hálfnuð. Við þökkum samfylgdina.